Þá tekur til máls háttvirtur 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Þór Saari. Já, forseti, við ræðum hér stjórnarskrána sem ekki verður. Þetta eru því útfarar ræður stjórnarskrárinnar sem þingið er búið að vinna hér í á 4. ár. Það er dapurlegt að hlusta hér á ýmsa til dæmis stjórnarliða tala mikilvægi málsins en standa svo ekki við sannfæringu sína að reyna að klára málið með þeim þingskaparlegu tækjum sem til eru. Verkefninu var útvistað á sínum tíma vegna þess að Alþingi hefur alla tíð mistekist að skrifa nýja stjórnarskrá fyrir þjóðina. Því var útvistað samhljóða héðan úr þingsal til almennings. Það var skipuð stjórnlaganefnd 7 manna til þess að vinna málið áfram. Það var haldinn 1000 manna þjóðfundur með slembiúrtæki úr þjóðskrá. Síðan var kosið stjórnlagaráð með persónukjöri, 500 manns í frambúði, 84.000 atkvæði greidd. Þetta stjórnlagaráð skrifaði drög að nýrri stjórnarskrá fyrir þjóðina. Stjórnarskrá þjóðarinnar skrifuð fyrir þjóðina og skrifuð af þjóðinni. Sú stjórnarskrá eða þau drög fóru í þjóðaratkvæðagreiðslu þar sem 67%, 2/3 hlutar þeirra sem greiddu atkvæði, samþykktu að fá þessa stjórnarskrá sem sína nýju. Og hvað gerist svo í kjölfarið? Alþingi Íslendinga er núna í dag í þessum töluðu orðum að hafna því að klára málið. Forseti, í lýðræðisríki kemur allt vald frá þjóðinni. Lýðurinn, það er að segja almenningur, ræður. Stjórnarskipti í lýðræðisríkjum eru friðsöm. Stjórnmálaumræða í flestum tilfellum er friðsöm. Lýðræðisríki eru yfirleitt ríki sátta og friðar. Í öðrum ríkjum ræður yfirleitt lítil klíka fólks, annaðhvort með hervaldi eða öðrum ofbeldi. Almenningur ræður ekki, það eru ekki lýðræðisríki. Hér á Íslandi í dag hefur lítil klíka fólks á Alþingi Íslendinga með klækjum en jafnframt með stuðningi þingmanna sem þora ekki að standa við sannfæringu sína, stöðvað framgang þjóðaratkvæðagreiðslunnar, stöðvað framgang nýrrar stjórnarskrár, tekið valdið af þjóðinni og gert Ísland að einhvers konar öðru ríki en lýðræðisríki. Þessi dagur mun að sjálfsögðu verða meitlaður í Íslandssöguna sem einn af mestu sorgardögum lýðveldisins, þess lýðveldis sem virðist nú ekki ætla að endast að lifa í 70 ár. Það er stjórnarskrárbundin skylda þingmanna að standa við sannfæringu sína. Það stendur skýrt í stjórnarskránni. Þeir greiða eið að þeirri stjórnarskrá þegar þeir taka sæti á þingi. Hér í dag á Alþingi er fólk sem ég veit persónulega að hefur sannfæringu fyrir því að þessi stjórnarskrá eigi að vera ný stjórnarskrá Íslendinga, en þær ætla ekki að standa við þá sannfæringu sína, heldur að fylgja lítilli klíku, forseta Alþingis, formanni Samfylkingarinnar, formanni Bjartrar framtíðar, formanni Vinstrihreyfingarinnar græns framboðs, falla frá sannfæringu sinni og hafna því að reyna með öllum ráðum að klára málið. Lýðræðinu hefur verið hent og alræði lítilla klíku tekið við. Ég velti því upp hér hver framtíðarsýn þessa fólks og annarra þingmanna er fyrir Ísland 4 árum eftir hrun. Enn hefur þingið ekki sett sér siðareglur, en það hefur endurreist bankakerfið á sömu forsendum og var fyrir hrun. Enn hefur þingið ekki tekið með viðeigandi hætti á samþættingu stjórnmála og fjármálaafla í landinu, en þingið hefur endurreist bankakerfið. Enn hefur þingið ekki tekið á skuldavanda heimilanna, heldur bindur hér í atkvæðagreiðslu í dag undir ykkur sem var kallað neytendalán, verðtryggingu skulda heimilanna ár eða áratugi fram í tímann. Forseti, Alþingi Íslendinga, eins og það birtist mér hér í dag, þá birtist það mér sem misheppnuð stofnun
sem hefur í raun ekki tilverurétt, stofnun sem er að forminu til lögleg en í raunveruleikanum skilar hún ekki því sem hún á að gera. Það er algjörum tilviljunum háð hvaða frumvörp og hvaða löggjöf hér verður að lögum. Það eina sem menn geta nokkurn veginn reitt sig á er fjárlagafrumvarpið og svo matseðill vikunnar. Önnur mál eru hér algjörlega háð tilviljunum og þau eru afgreidd út af borðinu 1 til 2 dögum fyrir þinglok í baktjaldamakki formanna stjórnmálaflokka. Það bíða hér núna 76 þingmál afgreiðslu, mörg þeirra mjög góð mál, mikilvægast allra stjórnarskrármálið verða afgreidd út af borðinu í baktjaldamakki. Það er ömurlegt að verða vitni að þessu. Það er ömurlegt að þurfa að standa hér í dag og tala með þessum hætti í stað þess að geta haldið hér ræðu stjórnarskrána, nýja stjórnarskrá fyrir lýðveldið Ísland sem að þjóðin vill. Þess í stað er þessi ræða og hver einasta ræða flutt á þessu tilefni hér í dag útfæra ræða stjórnarskrárinnar. Vonandi munu kjósendur á Íslandi í framhaldinu minnast þessa dags þann 27. apríl næstkomandi þegar að fjórflokkurinn sem að hér í dag er að slátra stjórnarskránni býður sig fram til þjónustu fyrir þjóðina eitt kjörtímabilið enn. Vonandi mun almenningur muna þennan dag. Einn háttvirtur þingmaður óskar eftir að veita andsvar við ræðu þingmannsins og veitir nú andsvar háttvirtur 7. þingmaður Reykjavíkur norður, Pétur H. Blöndal. Herra forseti, ég vil byrja að þakka háttvirtum þingmanni Þór Saari fyrir ágæta ræðu. Hann reyndar talaði að þetta veri baktjaldamakk og útfæra ræður og að slátra, orð sem ég nota nú alla jafna ekki. En mér langar til að spyrja hann hvort að stuðningur hans við ríkisstjórnina sé að einhvern máta tengt þessu máli og hafi verið. Og hvort að hann sá stuðningur hverfi. Nú var það þannig að í síðustu viku flutti háttvirtur þingmaður vantrauststillögu á ríkisstjórnina, dró hana tilbaka og það er spurning hvort að, og ágætis spurning til háttvirts þingmanns hvort að hann muni flytja hann aftur og þá hvenær. Og það kom alveg greinilega fram að það vantraust var tengt því að þetta frumvarp meira að segja átti að vera sem umræðugrundvöllur í því að þetta frumvarp til stjórnskipunarlaga yrði samþykkt. Og þá vil ég spyrja háttvirtan þingmann, hvernig getur hann talað að aðrir stundi baktjaldamakk? Andsvari háttvirtur þingmaður Þór Saari. Já, herra forseti, svarið til háttvirts þingmanns Péturs H. Blöndal er að ég hef setið fleiri en 1 og fleiri en 2 fundi þingflokksformanna og formanna stjórnarflokkana hér niður í forsætisnefndarherbergi rétt fyrir þinglok, þar sem að verið er að véla það hvaða mál eiga að fá framgang og hver ekki. Það er baktjaldamakk. Það er ekki að leiða mál í gegnum þingið með lýðræðislegri niðurstöðu, upplýstri umræðu og gegnsæi eins og viðgengst í hefðbundnum alvöru lýðræðisríkjum. Það er baktjaldamakk, háttvirtur þingmaður. Hreyfingin hefur ekki stutt þessa ríkisstjórn, aldrei. Hún hefur hins vegar stutt ýmis mál sem að frá henni hafa komið, en gagnrýnt önnur og tekið mjög einarða afstöðu gegn þeim. Og ég leyfi mér að benda á einarða afstöðu hreyfingarinnar gegn til dæmis fjárlagafrumvarpi hvers árs þar sem við höfum hvatt eindregið til breytinga. Við höfum hins vegar stutt þetta stjórnarskrármál og unnið að því af heilindum og af heilum hug allan tíman, alveg frá upphafi og alveg til enda þess hér í dag. Það er meira heldur en hægt er að segja marga aðra stjórnarliða því miður, en þar höfum við lagt okkar lóð á vogarskálarnar og við erum að sjálfsögðu skúffuð yfir því að lítil klíka skuli slá málið út af borðinu, en það virðist vera að gerast hér í dag. Það hefur líka gerst með baktjaldamakki. Málið fær ekki lýðræðislega niðurstöðu í atkvæðagreiðslu hér í þingsal, því miður, þar sem að afstaða manna kemur skýrt fram. Því miður gerist það ekki, því að fólkið sem að vill ekki að það gerist, það þorir ekki
að standa frammi fyrir atkvæðagreiðslu fyrir þingsal. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. þingmaður Pétur H. Blöndal. Herra forseti, hv. þingmaður svaraði ekki spurningunni það hvernig vantraustið sem hann flutti í síðustu viku, hvernig það var tengt því að þetta mál næði fram og stuðningur við ríkisstjórnina þar af leiðandi tengdur þessu máli. Og hann svaraði ekki hvort það myndi flytja það vantraust aftur eða hvort að þetta hafi bara verið, ég veit ekki, skotið í blóðun. Þá svarar andsvar öðru sinni hv. þingmaður Þór Saari. Nú svo sem ágætt að ég standi skil gjörða minna og áhugamála við hv. þingmann Pétur Blöndal eins og ég mögulega get, en hvað vantrauststillögunni daginn varðar þá var hún sett fram til þess að reka á eftir því að stjórnarskrármálið fengi viðunandi ramma í umræðu hér á þingi. Þegar að svo kom í ljós að líkur voru á að það gerðist og að málið yrði hér afgreitt með viðeigandi hætti, þá var að sjálfsögðu ekkert annað ræða en að draga þá vantrauststillögu til baka. Nú þegar að ljóst að málið verður hér ekki afgreitt, þá hefur sú afstaða mín persónlega ekkert breyst, að lítil klika þingmanna, þó að þeir nái kannski 32 að tölu, það algjörlega óboðlegt að sú klika sitji áfram af völdum, algjörlega óboðlegt þegar að gengið svoleiðis gegn lýðræðinu eins og ætlunin að gera hér í dag. Og þess vegna liggur það nánast í augum uppi að menn þurfa að standa skil gjörða sinna hvað vantrauststillögu varðar. En það mun hins vegar einfaldlega koma í ljós, annaðhvort síðar í dag eða á morgun hvort af verður. En eins og útlitið í dag að þá mun ný stjórnarskrá deyja drottni sínum hér í þessum þingsal sem afleiðingar baktjaldamarks og þá það bara þannig. En þeir sem að standa að því baktjaldamarki munu þá þurfa vonandi að standa skil gjörða sinna upp það síðan.